kvöldi og verið velkomin í beina útsendingu af leik KA og Aftureldingar í úrvalsdeild karla hér á KA TV. Eins og glöggir áhorfendur heyra þá Ágúst fjarverandi í kvöld og ætla ég Gía og ég Jóna að leysa hann af. Hér bara verið að byrja að kynna þjálfara og fyrirliða til leiks. Og hér upp á skjánum kemur lið Aftureldingar í kvöld. Það númer 2 Mason Kastner, 4 Hilmar Berg Haldursson, 5 Kristinn Rafn Sveinsson, 7 Sebastian Sævarsson, númer 9 Sigþór Helgason, 10 Kári Hlinsson, 16 Dorian Ponik, 17 Þórarinn Jónsson og 18 Borka González Vicente. Þá kynni ég byrjunarlið fyrir Aftureldingu. Númer 1 Númer 2 Mason Kastner. Númer 3 Númer 4 Hilmar Berg. Næst kynum við inn KA. Númer 7 Sebastian Sveinsson. Við setjum upp tölfræði þarna en við viljum taka fram að það vantar inn á þetta einn leik síðan fyrir vestan. Ég held 2 því að þeir spiluðu 2. Já, einmitt. Það geti verið að vantaði 2 leiki þarna inn í þessa tölfræði. Kári Hlinsson. Og þá byrjum við hérna Óskar, númer 1 og þar sjáum við tölfræði eftir hans. Númer 2 Draupnir Jarl Kristjánsson. Já, og númer 2 Patrik Númer 3 Miguel og Mateó Castillo. þar kemur eftir tölfræðin hans. Númer 10 Hermann Björning Ottosson. Númer 12 Og númer 3 Mikael Mateó. Og númer 20 Benedikt Rúnar Valtýsson. Frelsiki númer 6 Númer 5 Andrian Collin. Númer 6 Birgir Freyr Elvason. Númer 7 Alexander Arnar Þórisson. Númer 8 Arnar Már Sigursson. Númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10 Hermann Bæring Ottosson. 11 Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 12 Edvard Konstanti Bors. Númer 13 Gísli Mart Valdinsson. 20 Benedikt Rúnar Valtýsson. Og þá það komið. Eins og ég segi þá endurtek ég að það vantar hérna inn allavega 2 leiki í þessa tölfræði sem að koma hérna. Já. En þetta í fyrsta skipti sem að liðin mætast á þessu tímabili. Já, og verður bara spennandi að sjá hvernig þetta fer. Þetta búið að vera svona pínu, hvað segir maður? Svolítið sveiflugjöf, myndi ég segja. Afturelding tekur þarna fyrst, vinnur 2 leiki á móti Vestra og tapar svo á móti Þrótti Fjarðabyggð en aftur á móti tekur KA Þróttnes í Oddahrauni. Já. Og svo tapar það einum leik á móti Vestri og vinnur svo einn, þannig að þetta allt í játnum hérna. Já, algjörlega. Þá tekur Afturelding fyrsta stigið í leiknum. Það var smast í neti frá Mateó. Við vonum að það sé ekki komið til að vera. Nei. Það var það Tóti í uppgjöf. Já. Leikmaður sem kemur frá Þrótti Fjarðabyggð. Yes. Fín móttaka. Aftur í neti, jæja. Aðeins að hitta upp bara. Já. Já, en þessi lið voru alltaf að keppast sæti í fyrra lendi, held ég, KA í 3. og Afturelding í 4. ef mér minnir rétt. Já, einmitt. Jæja, úti. Þetta byrja bara á KA sitt fyrsta stig. Já, byrja bara á mistökum hérna. Já. Það var það Patrik í uppgjöf. Já, hann nýri leikmaður hérna hjá KA, kemur beint inn í byrjunarlið. Yes, frá Siglufirði. Já, arfteki Philips. Já. Fín góð móttaka. Já, fínt smass. Sjáum við Mason kom inn á, Mason nummer 2, spila einnig fyrir KA. Það 2 leikmenn inn á hjá Aftureldingarliðinu sem hafa spilað með KA. Bæði Sigþór og Mason. Já. Svo voru Afturelding líka að fá nýjan leikmann, hérna nummer 16, Doris. Já, einmitt. Og já,
gaman. Ef ég man rétt, þá spilaði hann á móti Káa á Nefsa. Já, með einhverju bresku liði held ég. Já. Nei, hann er ekki fyrst að skipta að mæta þeim. Hann reyndar fáir eftir í Káa-liðinu sem spilaði á mótunum. Já, reyndar. Já. Kannski langt síðan hann man ekkert mikið eftir. Nei, virkilega ekki. Já. Ó, Jæja. gefins. Hann alltaf svoleiðis að setja hann aftan blokkina. Jæja, þá tekur Káa leikli. Enda held ég bara búinn að gera mistök. Já, kannski 1 stig eða eitthvað. Nei, hann fór út af. Já, hann fór bara út af. Já, þeir þurfi bara aðeins smá tíma til að hita upp, svolítið langt síðan síðasti leikur var og svona. Já, búinn að vera landsleikja, úlingalandsleisa hlé. Já. Þannig að þá er það Sebastian enda í uppgjöf fyrir afturöldingu. Spurning hvort það sé búinn að stilla sig betur. Já. Jæja, fín móttaka. Flott móttaka. Þarna kemur upp. Frábært smass. Já. Þá er það Óskar í uppgjöfuna. Já, góð móttaka. Já. Já, Kraftur í þessu. vel gert, já. Og Sigþór fyrir beint í uppgjöf. Já. Já, fín móttaka. Svolítið hraður, læra lagan. Já. Áfram með Nei, bolta. ég náðu þessu, vel Já. gert. Gott, áfram. Alltaf vera brjálað. Já, aftur aðeins að, Það klikkar blokkin. já. Mattó eitthvað að æsa sig. Jæja, hann er eitthvað Finnst ósáttur þetta, með já. þetta. Honum fannst þetta vera tvísla, Já. hann hefur snert hann tvísvar en ég er ekki alveg klár á því. Mér Hann er- fannst þetta, Já. Ég held að sé að æsa sig yfir einhverjum bolta sem að er alveg svolítið síðan að spila. já, geti verið. Já, svolítið að æsa sig við dómgæslunni. Hann vonandi tekur þetta bara út í hérna, í smössan. Já, tekur út reyði sína. Já. Jæja, það var Sigþór ennþá í uppgjöf. Já. Já, fín móttaka. Já, þeir ná að kofira. Fínt kom. Góð vörn. Og Sigþór nær að skora í afturlínu. Þá heldur hann áfram í uppgjöf. Það byrja með krafti hérna, afturölding. Já. Þarna steig Sigþór aðeins á línuna. Þá fær Káa stigið og Benedikt fyrir í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir. Svona. Já, hljóðið þetta aðeins út en við erum konar aftur. Hvað vesen á hljóðinu þetta hjá okkur? Já, afturrýnding fær stigið.
Já, þá verður Doris. Já, Doris uppgjöf. Já, uppgjöf. Fín móttaka hana. Já. Jás, vel gert. Fínt. Flott smass hjá honum. Já. Ánægð með sig sjálfur. Þá er það Matteo. Í uppgjöfuna fyrir Káa. Hann slær hann út. Já. Þeir eru eitthvað aðeins að fara að minnka mistökin sín. Það er alltaf að halda í við afturlendingu í kvöld. Já, þeir eru allavega ekki mikið í að gera mistök. Nei. Ekki að mikið á Káa Það var allavega. ekki svona til þess að byrja með. Nei, já, segjum. Já. Jæja. Alltaf kemur alltaf inn uppgjöf mistök. Það var Káa stíð og já, Eddi í uppgjöfuna. Já. Já, Eddi er mitt bróðir Patriks uppspilan sem vorum að tala um áðan. Já. Kemur líka frá Siglufirði mitt. Fín uppgjöf, góð móttaka. Var ekki, já. Já, antenna hana. Það var Káa stíð af því að fór í antennuna. Það heldur Eddi áfram í uppgjöfunni. Fínt. Heyrir þú ekki? Nei. Ég heyri svo. Ég heyri hann. Það er ennþá eitthvað klikkalsi hérna í hljóðinu. Jóna heyrir ekkert í sjálfum sér. Vonandi kemur hún bara inn mjög fljótlega. Kannski virkar þetta núna. Já, við vonum það. Já, fínt. Góð lauma hana hjá Matteo. Ó. Hann var að láta okkur vita að þar sem við heyrðum ekki þá heyrðu þið, þannig að En við erum búin að heyra allt sem við erum að segja, að já. basla eitthvað hérna með hljóðið, en þá er þetta greinilega bara í headphoneum hjá okkur en ekki á ykkur heim í stofu. Sem er nú bara fínt. Já. Æja, þá er það tótt í uppgjöfuna. Afturlendingar ná góðu róli hérna. Já. Í byrjun. Mættir ákveðin til leiksinn að KFM-lið. Og þá gera þær út. Já. Við ættum alltaf að hrósa þeim meira en það. Ekki reynilega fyrir. Sterk framlína núna sem KFM er frammi. Nýta þetta. Já. Já. Fínt smass hjá Sigþóri. Sér þarna gat í blokkinni. Já. Já, þá er það Sebastian uppgjöf. Já, Birkir gerir vel. Og móttaka hjá Birki. Aðeins að láta uppspil. Já. Eitthvað missamra með hann að Já. Það kemur fyrir á Besturbæi. Já. Það gerist. Þá heldur hann áfram uppgjöfinni. Fín uppgjöf, góð móttaka. Já, það var lagið. Þarna þekkjum við Óskar. Smass, já. Ótrúlegt hvað hann næri að smassa fast. Já, og hvað hann er hoppa grannur og það er rosalegt. Mjög flottur leikmaður, heppinn að hafa fengið hann hérna. Já. Já, góð móttaka hjá gestunum. Yes, já. Já. Gott slag. Það var single block og hann nýtti sér það. Heldur betur. Það var það Sigþór í uppgjöf. Já, ágætis móttaka.
Eddi gerir vel. Þeir eru ekki alveg klárir þarna. Nei, svolítið á hælunum. Já, En þetta var líka mjög vel gert hjá honum. mjög góð Að lauma. Já, Sjá hvað er laust. Þá gerir Káa skiptingu. Út af fyrir Eddi, númer 12 Eddi og innan kemur leikmaður númer 7 Alexander. já. Kemur inn á Eða kantinn. Já. Það getur svona að spila Aðeins að flesta reyna fyrst stöður. upp í þessu, Já. Ég held fyrst að hann var að koma inn á miðjuna. Já. Já, fín móttaka. Kemur vel inn á. Já. Yes. Þetta var fínt. Þá kemur Hermann inn í framlínuna og Benni Já. fyrir uppgjöf. Káamenn þurfa aðeins að fara að gefa í ef þeir ætla að ná að vinna upp þessi stig. Já. Þetta taka sér hreinu. En við hefum nú séð líka að það er allt hægt í þessu. Jú, jú. Þetta er aldrei búið fyrir Já, það er rétt. Já, Mason gerir vel með Já. svolítið langan bolta. Þeir eru að ná að Setur laga bara yfir, já. þessa erfiðu bolta sem Já. þeir fá og nýta sér Það það er mjög mikilvægt. að vörninni á Káa er ekki Já. alveg klár. Akkurat. Við höfum ekkert séð mikið á einhverjum neglum, sko. Nei, þeir eru bara sniður. Mjög. Mjög sniður. Já, þessi er úti. Aðeins. Nú hljóta er þetta eftir gýrin, ég trúi Já, ekki öðru. ég trúi ekki öðru. Það er allt að koma. Já. Þá fyrir Matti upp í hana, sjáum hvað hann gerir. Hann gerir jumper. Já. Aðeins löng móttaka. Erfið móttaka. Já. Það var mjög sniðugt en... Við fögnum þessu stigi. Já, já. Já. Gera vel erfiðari uppgjöf. Já. Og þessi er út. Þá fær Káa stigið. Þetta er alltaf að koma. Já, já. Við höfum trú á þessu. Já, já. Já, þessi verður út. Mættu ekki alveg nógu sáttur með sig. Nei. Hann er líka ekki alveg að finna sig. Nei. Þá fer Mason í uppgjöfuna og Sebastian kemur fram með afturhaldingu. Þessi fyrir neti. Fín uppgjöf. Já. Erfið móttaka, en þeir ná að bjarga þessu. Fínt hjá Sigþóri. Já, þessi er inni. Góður staður. Já. Þeir segja, þetta þarf ekki alltaf að vera fast. Nei. Maður bara aðeins að vera sniður. Já. Matti var klárlega sniður í því að vera setja boltan þar sem enginn er. Já, hann er mjög góður í því. Þegar hann kemst í stuði. Já, einmitt. Þá heldur Lexi áfram í uppgjöfunni. Fer rétt í netið. Vantaði pínu kraftinn með það. Já, vantaði aðeins. Smá. Þá fer Hilmir Usplari afturhaldingar í uppgjöf. Já, Usplari er aftur núna hvað hjá þeim. Það var fína framlínu núna. Já, akkurat. Kannski erfiðara fyrir Káa að reyna að verjast í. Já, sniðugt. Yes. Já. Erfitt uppspil sem Óskar fær, já, og nýtir sér bara... Gott að nýta svona, ekki eins og þeir eru búin að vera að gera svolítið að setja í neti Já, og svona. einmitt. Þá gerir Káa aftur skiptingu, út af kemur leikmaður nr. 10, Hermann, og innan kemur leikmaður nr. 9, Sölvi Páll. Hann kemur inn á uppgjöfina fyrir Hermann. Já, og þá líklegast er þeir að setja hann lík til þess að fá sterkari vörn. Já. Nýtt svona... Já, flott uppgjöf. Já, fín uppgjöf. Já, þetta var hrósunum meira fyrir varnarleikinn. Blokkin var svolítið sein að hoppa þannig að það var... Já, já.
En þetta var líka mjög fínt smass. Þá fær Afturelding stigið og Tóti í uppgjöfuna. Fín uppgjöf. Já, flott Góð móttaka. móttaka hjá Lexa. Yes. Já, Það var lagið. lægilegt. Þannig að þá er Matteo komin í framlínuna og Já, styrkist aðeins framlínan hjá okkur. einmitt. Fín. Já, Ah, góð svolítið móttaka. erfið. Nei, hérna uppgjöf Já. segi ég. Erfið uppgjöf. Þetta var tvíslag. Svolítið erfitt að horfa fram hjá þessu. Já, það var dæmt tvíslag á Aftureldingu og KA fær það stigið. Patrik heldur áfram í uppgjöfinni. Já, Þessu er svolítið nálægt. Já, hann gerir vel úr þessu. Já, þeir eru að nýta sér það vel að vera með eina blokk. Já, Eins og miðjurnar séu ekki alveg að ná að fara að nei, spila hratt. en þetta er, já. Þeir eru samt held ég líka farnir að spila svolítið hraðar heldur en þeir gerðu. Já, Eins og á Sigþór og svona. einmitt. Þannig að það er kannski svolítið erfitt að, Já, það er erfitt að koma sér alltaf leið. Já. Þegar þú hefur með þrjá smassara frammi. já. Fínt, góð móttaka á Birki. Og þá smassar Óskar út. Afturling fær það stigið. Káa tekur þá leikli í stöðunni 22-18 fyrir Aftureldingu. Já, þeir eru að setja leikli. Já. Þeir eru nú samt aðeins farnir að vakna Já, til já, lífsins. já, já. Það er alltaf að gerast. Já, já, já. Þeir eru farnir að læra svolítið á Aftureldingu og vera aðeins meira sniði. Já, einmitt. Já. Þeir eru bara að koma alla leið eftir leikli. Já. Sjáum við hérna tölfræði síðustu stig hrinunar, hvernig þau hafa farið. Bara svona þeir ganga ákveðið til leik, sýnist mér. Já. Þá heldur Afturelding áfram í uppgjöf. Fínt. Já, ágætis góð móttaka. Já, Já, góð lauma hana. Heyrðu, já. Ó, Þeir eru svolítið duglegir að verjast. já, En, góður í baráttunni en já, þú ekki til í þetta nei, skipti. ekki þetta skipti. Þá er Óskar fann í uppgjöf og Alexander kominn fram. Já. Já, hann slefar í. Já, Já, Sigþór gerir vel þarna að Já. laga boltan. áfram Mjög gat vel í gert. blokkinni. Já, Þeir eru ekki alveg að ná þessu. nei. Þá fyrir Sigþór í uppgjöfuna. Hindursmassinu og þá er Ruslarar komin fram hjá Aftureldingu. Já, örugg uppgjöf bara yfir. Svolítið erfið móttaka. Já, En já, þeir hann gera skilar vel úr þessu. Já, nýtir sér blokkina sem Já, hann er með. trippul blokk hérna alveg. Já, einmitt. Lítið annað í stöðunni en að bara skella henni í hana. Já, þeir eru hana. Gerir Káa skiptingu tilbaka. Hermann númer 10 kemur aftur inn á og Sölvi númer 9 fer út af aftur. Já. Þá er Benni í uppgjöfinni. Það fínar Fínt. uppgjör frá honum. Já, góð móttaka þarna. Já, Já, fín vörð. loksins. Já. Ó, Ó, þetta var munaði bara örlítið. já, einmitt. Góð hugsun. Já, einmitt. Já, það er aðeins farið eitthvað að gerast núna. Já, kannski aðeins for seint Svona. bara. Já. En það eru nú nokkrar þínir eftir, þannig. Já, já. Já, fer Doris. Doris. Já, Doris.
nei, Dorian. Við erum ekkert með þetta Nei, hreinu. við erum alveg í bulli. Þetta kemur. Hann gerir það í netið og Káa fær það stigið. Matti á fyrir uppgjöfuna. Háriðsbjörn komið fram hjá Káa. Þessi er úti. Finnur líkur þá. 25-21 fyrir Aftureldingu. Þetta. Já, þeir Kámenn voru svolítið lengi í gang. Já. Þeir vonandi að koma þeim bara Já, sterkari inn. Afturelding gerði líka bara sitt. Já, þeir voru Voru bara að verjast fínt og bara sniðir að setja boltana sem enginn var og algjörlega. það var ekki mikið eitthvað á bombum. Nei, bara En sem það þurfti. þarf ekki. Nei, veit. Nú sjáum við hérna, kemur upp tölfræði fyrstu hreinar. Já, við sjáum að Samt mistök bara svona frekar jöfn. Já. 52% hjá báðum liðum. En það reyndar er. fleiri hérna uppgjafamistök hjá Aftureldingu sjáum við hérna 7. Já. Það reyndar. En já, Afturelding er líka með svolítið samt betri nýtingu heldur en Káa í smössunum. 44%. Já, maður sé En líka Káa hérna, 38. þeir hafa verið í forustu 17-10, svolítið erfitt að vinna sér það upp. Já, sko. já, það er svolítið stórt gat. Já, og líka þegar það er svolítið langt liðið á hlinuna, sko. Já. Svolítið erfitt fyrir hausinn líka að koma tilbaka í svona. Já, algjörlega, en gerðu vel, fór alveg yfir 20. Já. þannig að Það er nokkuð vel gert. Við erum Þannig bara við sjáum til hvað, bjart sínar í Já. næstu hreinu. sjáum til hvað gerist í næstu, hvort þið komið eitthvað tilbaka. Sýnist Káa byrja eins og þeir enduðu með Lexa inn á í staðan fyrir Eddi. Já, hann kom sterkur En inn. annars, já, annars er liðið óbreytt og Afturelding bara með sama. Engin óþarf á breytingum hjá þeim. Nei. Káa byrja þá í uppgjör núna. Já, Byrjum með Ausplar í stöðu 1 í uppgjöfinni. já, reyna að nýta sem mest með þrjá Herði, hérna. þeir eru líka búin að breyta að Colin er komin inn á. Sýnist mér í staðinn fyrir bara Hermann. Já, hann kom á miðjuna. Já, sýnist það. Við höfum nú ekki séð Já. það áður, eða? Nei, Nei. ég í fyrstu deildinni held ég hann hafi aðeins spilað miðuna. Já, en hann hefur Þar, ekki gert en- það síðan hann kom hérna með meistaraflokk, það? Ég held Ég ekki. veit það ekki. Nei. Hann var eins og spilaði hann ekki einhvern tímann upp. Jú, Hann skipti sér bara það sem honum sýnist. já. Hann er þjálfurinn, hann ræður. Já. En Káa fær fyrsta stigið. Já, góð vörn hjá Birki. Já, gott smassur Sigþóri og þeir klára að fá stigið. Alltaf að tínast fleiri inn. Já. Fámennt en góðmennt. Já. Það er líka svo margar Já, mikið um að vera. turneringar Já, turnering, alls staðar. fyrstu turneringar hjá Ölstungarlegunum Já. eða neðri deildunum, Já. kannski frekar að segja það. Já. Út allt land, þannig að Já, góð. Já. Já. því líkt Gott uppspil hjá honum. uppspil. Já, Ég þarf að læra þetta. já. Ég fyrir kennslu í honum. Og strax á morgun. Já. Þá fyrir Óskar í uppgjöfina. En já, þannig að það vantar svolítið upp á áhörunduna hjá okkur. Það sem að flest öldungulegin á Akureyri eru bara einhvers þar. Já, einmitt. Og
Okkur helstu áhörundur. Já, akkurat. Góð blokki á Colin hana. Já, ég veit ekki alveg hvort það snert hann samt. Þetta var mjög pennt. Já, það passar sér svo mikið að gera ekki seilingu. En, já, Káa byrja núna fínt, 3-1. Já, já. Þeir eru aðeins að loka betur og svona. Fínt. Já, þeir byrjast aðeins í þessu. Strákar. Misskilningur þarna. Misskilningur þarna. Já. Það gerist á bestu bæjum. Já, já. Það er bara næsti bolti. Já. Sigþór fer það í uppgjöfuna. Já, fínt. Fyrir út, rétt út. Já, aðeins út. Þeir Káar eitthvað að biðja touch en ég held að það við rétt sloppið í Ég held að þetta afturöldingu. sé ekki touch. Nei. Mátti reyna. Já. Þá heldur hann bara áfram í uppgjöfunni. Já, flott móttaka. Já, góð móttaka. Matteo Já, kemur þá skilur flegi vel. ferð en þeir ná að Já. bjarga þessu. Setja gratis yfir. Það setur á Colin Já, og... þessi er inni. Nú. Nei, Það var alltaf mjög tæpur. Já, Mér við kvart ekki neitt þá held ég hann Já, hafi já. aðeins verið úti. við vitum það þannig. Já. Við hefum hvort að hann var inni. Sagt eitthvað. Hvað vesinn með boltasækjana þarna núna? Já. Já, hún skila sér. Já, já. Afturölding komum þá yfir aftur núna. Já. Þessi er inni. Flott uppgjöf hjá Sigþóri. Mjög góður. Sigþór komið 6 stig í leiknum. Já. Já, og fyrsti ásinn í kvöld, segir Já, tölfræðingur okkur. Já, Fín móttaka hana. Kemur Já, og flettir, slaglegt. Slær í blokkinu út. Svona viljum við hafa þetta. Já. Þá fyrir Colin í uppgjöfuna. Nei, hann er út af, Benni er út af í staðan fyrir Colin. Já. Ekki Hermann, ég var bara eitthvað að bulla. Erfitt að sjá það eitthvað síðan þegar. Já, ég var ekkert að fylgjast nú mikið með held. Gerir Colin bara létt og laggott. Já, þvílík sturtu blokk. Það var lægið. Syngu blokk hana. Ánægð með hann. Já, það fyrir við svolítið. Þurfti Það að var alveg halda. þurft á þessu. Já. Að halda. Smá búst. Já. Bara laus uppgjöf. Új, herðu. Herðu, ná Hann þessu. nær að bjarga þessu. Já, Já. Tóti gerir vel hann. Triple blokk. Slær í blokkinu út. Já. Fínt gert hjá honum. Hann var með svolítið háa blokk hana. Hátur henni uppgjöf. Já, fínt. Geggjum Góð móttaka. móttaka. Já, góð vörn hjá afturöldingu. Já. Þarna var tvíslegt. Dækt á afturöldingu og Káa fær það stíð. Þeir eru að standa sig mjög Svolítið- vel í vörninni. Já. Það er alveg herslu munun í svona leikjum. Já, einmitt. Hann er aðeins hreyfilegur og berst líka aðeins í boltan. Já. Já, hann held þessi gangandi. Þeir voru ekki alveg klára þarna. Nei, Mason sett hann. Var svolítið klókur hérna. Sett hann bara í horni. Þá fyrir hann beint í uppgjöfuna. Voru til að sjá nokkur stig frá kámanum. Já, Komið sér aðeins svona. já. Gott forskott. Það er þá bara örugg uppgjöf hjá Mason. Já. Taka fínt að móta sig og leggja gera sér vel. til það með gott smass. Vel gert.
Lexi búinn að koma mjög sterkur inn. Já. Stand sér mjög fínt núna Já. í kvöld. Hann kom inn á í kantstöðu, kom núna í díó. Já. Mjög fín uppgjöf. Hann kemur laumi en Hermann... Kemur Hermann. Já, Hermann næri svo beint. Og fyrir lauma hana. Einhvern veginn, já. Bara yfir Matteo. Já. Það var mjög vel gert. Hermann gerði mjög vel hana í Já, vörninni. taka á laumina. Já. Lexi fer þá út af og Colin er þá inn á í móttöku þá hann sé miðja. En hann náttúrulega spilaði alltaf kant þannig að og mjög góður í móttöku. Mjög sniðug skipting. Já. Fínt, Hermann kom með 2 smöss núna. Já. Yes. Fínt. Já, mjög sniðugt hjá þeim að taka setja Colin áfram inn á. Já, og hafa hana í móttökunni því að það var hans sterkasta hlið, sko. Búin að gleyma því að hann á að fara fram. Svolítið lost, en Já, gera vel hérna. þarna. Það er alltaf að koma. Já. Ah. Það var bara eiginlega ekki með neina blokk hana. Nei. Þetta var svolítið vel gert hjá Hilmi. Já, og sjá þetta. Já. Tóti komin í uppgjöf. Já. Staðan 9-9, þetta er aðeins. Já, það er meira spennandi núna. Virkilega. Fín uppgjöf. Óskar gerir vel. Já, þarna þekkjum hann. Þarna. Góð lauma. Já. Kemur Lexi aftur inn á. Já, þetta var mjög stutt uppgjöf en þeir ná að taka vel á móti og svo smassar Dorian mjög vel. Og afturlending fær stigið og Sigþór í uppgjöfuna. Nei, Sebastian. Já, nú er Colin komin í framlínu þannig að Lexi verður að koma inn á. Já, gera vel hann að Birkir. Gott cover og þeir halda áfram. Það er erfitt fyrir hann svona örfendan. Já. Þeir afturlendingin er að verjast vel. Já. Halda boltanum á lofti. Svolítið látt en Óskar gerir mjög vel. Vel gert. Káamenn er að spila með eitthvað rosa flókið system. Já, sko núna er eiginlega Lexi orðin kantur. Ég skildi ekki alveg því að þegar Patrik fór í uppgjöf þá fór Matti áfram. Já. Þannig kannski Lexi bara áfram kantur. Ég veit ekki. Við óskum eftir kommentum á þetta kerfi þannig. Útskýringar takk. En Sigþór smassar nýtti og Káa fær stigið. Já, ég er ekki alveg áttum á þessu. Þeir skilja þetta, það er fyrir öllu. Já, það er fyrir öllu. Það vona það allavega. Óskar heldur þetta áfram í uppgjöfinni. Staðan 12-10 fyrir Káa. Slefar aðeins að hann yfir. Já, vel stegi á Sigþóri. Það var gott hjá honum. Núna fyrir Sigþór í uppgjöfina. Já. Ekki. Kom með 8 stigi í leiknum. Já. Birkir gerir vel. Aðeins smá nálægt en Patrik nær laga. En þeir ná ekki að covera. Vel lokað hjá afturöldingu. Þeir halda áfram í uppgjöfinni. Staðan var jöfn, 12-12. Dorian kom með 9 stig í leiknum. Já. Já. Colin gleymir sér aðeins hana. Já. Svolítið hægur. Þeir eru ekki að fara að hægja á núna, strákar. Sigþór sniður þarna og setur í gatið. Já. Í sundlaugina. Einmitt.
Passa fyrir Antoni þessi. Hann reynir eitthvað. Hann reynir eitthvað Já, ég veit ekki alveg hvað mótmæla þessu, en ég veit ekki alveg hvað er hægt að segja þessu. Ég veit ekki alveg hverjum hann reynir mótmæla. Nei. Boltinn er okkar allavega. Já. Staðan og jöfn. Já, Fín uppgjöf. Erfið móttaka. Já. Það er setja gratis yfir. Sko, þeir ná að stilla núna. Já. Lexi kemur þá. Yes, þeir Þeir eru ná svakalegir í góð vörn hjá vörninni. Tóta. Já. Æ, Matteo fór í netið. Ah, Mjög góð vörn hjá Tóta þarna. já. Það hefði verið gert. geggjast í hjá Matteo, hann ekki verið netið. Á fyrir Dorian í uppgjöfuna. Já, góð uppgjöf, fín Já. móttaka upp í loftið. Þetta er svolítið nálægt. Uppspilsóttin. Já, hann Já. spila vel úr þessu. Vel gert hjá Matteo. Nota svona blokkina. Hann átti engan annan möguleika. Nei, það var ekkert annað í boði heldur en að reyna að finna einhverju lausn á þessu. Þetta var mjög snyrtilega gert. Já. Hann fyrir það í uppgjöfuna. Já. Já, góð uppgjöf. Já. Hérna fór einhver í netið. Og ég sá ekki alveg. Vel gert hjá Hilmi. Íta Já. svona út og káa svolítið Hann seinir. spila þessu mjög vel. Já. Hraða boltaðir er kannski stundum oft erfiðir en Já, Þeir en eru þeir ná að- þeir eru líka að laga þannig að þú veist, þeir eru oft með bara single block já, og ná að það þetta er frekar svolítið að... það þannig að þeir ná alveg oftast flestum tilvægum að laga boltan. Erfið móttaka hjá Birki en þeir ná að laga þetta. Matteo slær út. Þeir eru eitthvað að biðja um touch en ég held nú hann hafi ekki verið. Matteo er alveg kláraði að miðjan hans Já. snart þetta en Ég sá allavega ekki neitt en ég reyndar er ekkert ekki svakalega dómar sjón. Nei. því miður. Já. Fín Já, uppgjöf og móttaka. Já, Já, þeir haldi þessu á lofti. þetta er erfitt uppspil. Já, Sigþór lagar þetta. Birkir að gera... Já! Svolítið lágt en vel gert hjá Hermanni að laga þetta. Já, Matteo kemur. Þeir haldi þessu á lífi. Jæja. Oh my god. Góð gratis þarna. Oh my. Þetta er svo allt eitthvað. Já, Nálægt netinu Já. og tæft og... allt í chaos í þetta. Já. En þetta er... Já, afturlík nær að klára þetta langa rally. Þetta var fínt, það er... Já, þetta var skemmtilegt rally Já. en það hefði nú svona viljað fá stig í hinum einn. Já. Gerir betur fyrir móralinn að fá þetta stig. Já, einmitt, akkurat. Það er svo mikilvægt að vinna löngu rallyin. Já, líka Það þegar- gefur mann svo auka búst. Einmitt og þegar staðan er svona pínu erfiðist þá Já, þá er þetta akkurat. mikilvægt. En Mjög Káa tekur mikilvægt. leikli í stöðunni 14-17. Já. Þeir byrjuðu vel, en svo eru þeir svolítið að missa eins og þessi löngu rally og svona sem eru svo mikilvægt. Það vantar bara aðeins hægslumunum. Sjáu hérna seinustu stig hrinunar. Koma hérna 2 mistök mótherja sem að Afturölding fær. Já. Já, einmitt. Jæja, nú Sjáum sjáum hvað leikli gefur Já, þeim. bara að hugsa saman. Já. Já, fín móttaka Já, þarna. Birkir búinn að vera flottur í móttökulínu. Já. Yes, Já. gera vel. Þeir leysa þessa stöðu, þessa Já. 4 stiga held ég. Heldur að náð 4 í röð eða eitthvað. Brjóta hann múr. Já, akkurat. Þá fyrir Lexi í uppgjöfuna. Já, þeir eru að nýta sér það að Sigþór sé aftur núna. Já. Sem er svona þeirra lykil maður. Já. Já. Vel gert að nýta sér svona blokkina. Já.
Þeir halda það áfram í uppgjöfinni. Núna bara 1 stiga munur. Já, vona þeir sé að fara að halda þessu pínlítið áfram, koma svo sterkir inn í restina. Það er svona spenni í leikinu. Já. Þetta var reyndar mjög gott smash hjá Tóta þarna. Já. Fast slag sem að Rexi næri ekki að verja. Já. Það var Sigþór komin í framlínuna. Já. Náðu ekki nýta sér það nógu lengi. Nei, ekki alveg nógu lengi. Þeir losa bara núna. Það var erfið móttaka þarna. Ei. Hver fyrir net þarna? Ég held að Sigþór hafi farið í netið þarna, er það ekki? Hann er nú svolítið ósáttur með það, sko. Já, mér fannst það. En kannski er ég bara að bulla. Með við viðbröðun hans, þá held ég hann hafi ekki gert það. En ég veit það ekki alveg. Mér finnst samt eins og einhver hafi slegið svona ofan á það, það var svona meira þannig, sko. Já. Já, ég sá einhverja hendi ofan og ég held að hann væri svo mikið að reyna að blokka. Já, en kannski var það bara Óskar þegar hann var að slá. Ég er ekki alveg klárað. Það var allavega einhvers staðar net, en það var ekki dæmt á það, held ég. Hann dæmdi held ég á Sigþór. Káa gerir skiptingu og Sölvi kemur aftur inn á í uppgjöf fyrir Hermann. Já, fín uppgjöf og erfið móttaka hjá gestunum. Já, munaði engu. Já. Það er bara aðeins. Já, einmitt. Það sér út. Já. Óskar vel sér þetta mjög vel. Já. Hætti við á seinustu stundu. Þetta er mikilvægt fyrir Káa. Já. Að staðan sé núna bara, 1 stiga munur. Já. Það er búin svona pínu vera hérna alltaf að elta allan tíma. Já. Það tekur á að vera alltaf að elta. Já, akkurat. Það er þetta mjög fínt, beint á línuna, krossinn. Já, og vantar svolítið á varnarleikin hjá Kámanum. Það er ekki alveg, þú veist, bæði þá, hvað meina ég, bæði blokkinni og svona, það hafa engin svör þar, sko. Vantar líka svolítið baráttu, þú veist, þeir eru ekki alveg svona. Nei, einmitt. En, já. Já, fín móttaka. Já, fínt. Já, þarna. Gott hjá Óskari. Hlýtur þetta að koma. Já. En þá helst 1 stiga munurinn. Já, fín móttaka þarna. Já, svo stuttu blokk. Þvílík blokk. Já. Svona stig gefa svo mikið. Það gefur svolítið mikið búst. Sérstaklega núna veist 20-20 og þetta er rosalega mikilvægt stig bara upp á bæði andan og... Já, og svo aðeins farin að síga. Já. Já, svo við tökum þennan. Jafna. Það nær hún svo stutt. Já. Hann er rosalega segur í vörninni. Já. Pikkar rosalega mikið upp. Við höldum það áfram í uppgjöfun og komið 1 stig yfir. Afturinn tekur þá leikhlé. Afturinn tekur leikhlé í stöðun 21-20 fyrir Káa. Aðeins að síga svona fram úr lokin. Já. Það er nú samt búin að vera svolítið fleiri rally og svona í þessari sinu, myndi ég segja. Það er aðeins svona... Já, einmitt. Það hefur verið svona jafnari leikur, skemmtilegur leikur. Já, akkurat. Eins og við mátti búast. Já, og maður bjóst við þannig leik, sko. Já. Óskar með fínu uppgjöf. Já, góð vörn hjá Birki. Vel gert, vel gert. Matti ósáttur með sjálfa sig. Ekki alveg.
Ég sé ekki hvað náttúrulega að gera boltan. Það er svolítið vont að klúra í þessari stöðu eftir líka góða vörn og þá er þetta svolítið svona. Já, einmitt. En það var að Sigþór í uppgjöfuna, kom inn aftur þá. Új! Annar ásinn hans í dag. Já. Svolítið. Ég myndi segja þetta var smá heppni. Já. Ég ætla að segja það bara. Já, ég vil líka. Þá var afturlíðin komin aftur yfir. 1 stig. Æsi spennandi. Hann gerir aðeins öruggar núna, Birkir nær honum upp. Já. Já! Æ. Snerti net. Svolítið, já. Káman eitthvað að tvístrast. Svolítið klauf og mistök svona, það er ekki gott í lokrinnar og net og smassi net og alls konar. Já. Svona erfitt. Já. Svolítið nálega móttaka en Patrik er að redda þessu vel og Lexi gerir mjög vel. Slæra hann alveg í horni. Já, Patrik er búinn að bjarga nokkrum boltum svona sem er aðeins svo nálægt. Káa gerir það skiptingu tilbaka, Sölvi fyrir út af og Hermann kemur aftur inn á. Fín uppgjöf, mikið flót. Og hver fyrir net? Lexi held ég. Lexi fyrir netið. Þetta er ekki alveg nógu gott í þessari stöðu. Dýrkeypt stig. Þeir fengur núna 24. Já, 24 stig bara með svona. Búin að vera 2 tvisvar í netið og 1 smass í netið. Það telur svolítið mikið í lokrinnar. Þá gerir afturling skiptingu og út af fyrir Hilmir uppspilarinn og inn á kemur númer 5 Kristinn. Verðist þau að taka við uppspilarstöðunni? Nei, ég held hann sé með því. Ok. En kannski er hann... Við sjáum hvað þið gera. Við sjáum hvað gerir. Spennandi. Kannski bara... Kannski eru þeir ekki með uppspilari og bara hækka blokkina. Já. Og hann fer í 1 samt. Afturöldi vinnur þá hrinna eftir ás. Káa mistir svolítið tökin hana í lokin. Já, undir endan. Já. En afturöldi gerir líka vel og gerir engin mistök síðustu 20 stigin. Já, ég veit. Nei, síðustu 20. Þeir eru komnir upp í 20, síðustu 5 stigin. Já. En, já. Þeir vonandi koma sterkari. Já.
Afturölding með óbreytt lið sýnist mér. Káa heldur áfram með Colin á miðjunni og Hermann. Já, við með svona svipað. Já. Sama lið og við vorum með í annarinu. Já. Við erum alltaf að láta reyna á það aftur. Já. Og Afturölding byrjar með sama lið og þeir hafa verið að byrja með. Já. Káa byrjar það núna í móttöku. Fín móttaka hjá Birki. Já, hörkusmass Hermanni. Hörkusmass, já. En þeir ná að lauma honum yfir og Káa aðeins á tánum. Já, munaði litlu að myndi ná þessu. Já. Já, ágætis móttaka hjá Birki. Já, og svona fengið það bara í sig. Þeir fá gratis yfir og... Allt lokað þarna. Smassa bara beint í blokkina. En þetta var mjög góð blokk hjá Afturöldingu. Já, einmitt. Tóti heldur það áfram í uppgjöfunni. Staðan 2-0 fyrir Afturöldingu. Já, flott móttaka þarna. Góð móttaka hjá Colin. Já, og sem skila sér í góðu smassi. Já, þetta var vel gert. Snyrtilega gert hjá hann. Fínast uppgjöf á Hermanni. Já. Svolítið erfið móttaka hjá honum. Fyrir ljó uppi hjá það. Sýnist Káa verður svolítið að miða á nýja leikmanninn. Já, einmitt. Uppgjöfunni. Þeir eru eitthvað búin að stúdera hann. Já, eftir einn leik. Já, einmitt. En það verður prófa eitthvað. Já. Góð móttaka. Þetta er á Matti Afturlínu sem það er á Hilmi. Já, Birkir að gera vel hana. Góð vörn þarna. Já. Já, gott uppspil hjá honum. Hann næri þessu. Hann er að ná öllu. Það er að frétta. Hann fikar allt upp. Þarna var hann góð blokk hjá Káa. Hann náði að loka vel. Káa menn að velta fyrir sig hverju að fara uppgjöf. Það er Patrik. Það er í uppgjöfuna. Já, Colin hann eitthvað að útskýra fyrir strákunum hvernig systemið þeirra er. Já, mitt. Af því núna er Hermann greinilega í afturlínunni, sýnist mér. Já, hann var eitthvað að tala um að Birkir þurfti að vera eina rotation úti, sko. Ég hef aldrei prófað að spila með, þú veist, þannig að líbrón skipti út fyrir eitthvað annar. Já, einmitt. En já, þetta var mjög góð lauma, beint í miðjuna. Sem svo gerur flótu uppgjöf. Góð móttaka að Birki þarna. Matteo kemur, þeir ná að bjarga þessu. Yes, fær aðra tilraun bara. Já, það fær aðra tilraun, hann nýtir hana. Óskar fyrir uppgjöfuna fyrir Káa. Fín uppgjöf. Yes, fyrir blokk hjá Colin. Loka svo vel. Já. Hann er svolítið reynslu bolti.
Þannig að hann getur lesið vel leikinn. Já, einmitt. Já, það vantar svolítið. Hefur það fram yfir. Já. Það er kannski svona eina. Hann er svolítið hægari en flestir, en hann er nær að lesa. Hann vinnur það upp með lesturinn. Já, akkurat. Svolítið eins og Filip var. Já, einmitt. Hann var alltaf bara mættur, en hann hljópst ekki neitt. Já, nákvæmlega. Já. Herðu, þeir bara blokka og blokka og blokka. Svona viljum við hafa þetta. Já. Hann náttúrulega held ég spila einhvern tímann á móti Jeepa eða eitthvað. Colin. Já, ok. Hann var bara spila mjög góður til. Já, góðu leveli. Já. Til Brasilíu eða eitthvað. Já, fyrir svolítið mörgum árum síðan samt. Já. Já, svolítið erfið móttaka. Já. Sigþór. Ó, það er tötsandi blokkina. Sigþór rettar þessu vel. Dorian í uppgjöf, góður jumperar hjá honum. Já, Birgir tekur vel á móti þarna. Mjög fínt. Já, Matteó nær að bjarga. Ó, Matteó, ég þarf að segja, hvað er í gangi? Eitthvað á móti? Þetta var eitthvað svaka kast. Hann var líka bara, veitu hvað er ég? Já, vissi ekki alveg hvað hann átti að gera. Hann var tilbúinn að koma upp á miðjunni, ég sá það. Já. Alveg ræddi í allt, sýnist mér. En Káa tapar stíginni. Því miður. Já. Það hefði verið flott að sjá eitt smassanna hjá Matteó á miðjunni. En hann heldur áfram ykkur. Fín móttaka, há. Þetta er rosa nálægt samt. Já. Já, þeir ná að halda þessu uppi. Triple block. Já, Birgir gerir vel. Svolítið stuttur, en Já. heyrðu, þeir ná að halda þessu á lofti. Hvernig held ég bara óvart. Já, Já, góð þeir blokk. loka vel, það var vel gert. Það var geggjublokk. Það var á Colin í uppgjöfuna. Fín stutt uppgjöf, en þeir taka vel á móti. Tóti smassar mjög vel beint á Colin sem hann er ekki alveg að stilla sig nógu vel. Nei, ég var ekki alveg klár. Nei. Þessi basliðarnir með móttökuna. Þeir setja gratis yfir. Þetta var reyndar mjög góð hugsun, aðeins svo langt. Já, einmitt, aðeins svo langur. Já. Gefur Káa mikilvægt stig. Já. Staðan 7-7. Það var Matteó í uppgjöfinni. Krisplar komið fram hjá Káa. Fín móttaka þarna. Það var ekki touch þarna. Nei, Sebastian smassa bara út. Já, góð móttaka hana. Yes! Það var bara headshot, já. Gott smass hjá honum. Já. Þeir eru svo fastir að það er svolítið erfitt að maður er ekki akkurat það sem þeir eru að fara. Það er svolítið erfitt að verja á. Það maður ætlar að vera í stjórnunum eitthvað. Já, það þarf bara að vera það. Það var það Hilmir í uppgjöfun og þá fyrir Sigþór fram. Já, fín móttaka, svolítið langt upp. Hörðu. Var þessi inni? Þessi var svolítið. Hann var bara beint á línuna. Já, ég var ekki viss. Nei, þetta var svona í linsu og hann var að gera uppgjöf, þetta var svona svolítið flott. Já, einmitt. En hann dattaði beint á línuna. Matteó þá kom með 11 stig í leiknum. Fínt. Já, gott smass þarna á miðjunni hjá Sebastian. Erfitt að verjast þessum. Já.
Fín uppgjörn og droppar alveg rosalega. Já. Þarna. Já, heyrðu. gott í vörninni. Hann reyndi þó. Já, hann reyndi. Sigþór, Já, 16 stig. 16 stig. Ég segi, hann er yfirleitt svona þeirra lykilmaður. Já. Sáum það helst í bikarnum í fyrra með 35 stig í einu leik. Já, það er rosalega. Já, rosa fjölda stigum. Og svo var hann svo unnið leikinn og spiluði daginn eftir og hann er bara ennþá geggja góður. Bara frískur. Já. Já, heyrðu, vel gert hjá Birki. Þeir haldið. Yes, svílitt stig. Þetta var gott stig, gott fyrir hjarta. Já. Mjög vel gert hjá Birki hérna, ná þessu. Já. Það var búinn að lesa hann hann. Sigþór búinn að gera. Já. Nokkru sinnum. Hann ætla ekki að láta þetta eftir gólfið. Nei. Þá fyrir Hermann í uppgjörnum fyrir Káa. Fínt. Góð móttaka gestunum. Nýta vel. Þessi var mjög góður. Beint á línunum. Það er svolítið erfitt að verjast í boltum frá miðjunni þegar það er svona first tempo bara beint í gólfum. Maður verður bara að standa. Maður verður bara að reyna að henda sér eitthvað. Já, erfið móttaka. Ef hann setur hann hátt upp. Já. Og þetta setur þægilega yfir og gestirnir nýta sér það. Þeir ræðu þetta eitthvað sín á milli hverju skal breyta. Já. En þetta er líka bara virkilega vel gert hjá honum að smassa alveg bara efst á puttana hjá Káa. Það er auðvitað að ná honum það. Já, akkurat. Erfið móttaka en þeir haldið sér á lofti. Svolítið svona, Káa er að gera svolítið meira svona klaufa mistök. Já, einmitt, gera meira af þeim. Já. Já, þarna. Góð móttaka þarna. Yes. Já. Það er svona tala um. Með smassið á miðunni. Flottur. Þeir eru spilar aftur hjá Káamönnum og komið sterka framlínu núna. Já. Vonandi nýta þeir sér það. Já. Bara 2 stiga munur. Já, einmitt. Þeir eru að ná að nýta miðjuna mjög mikið. Já. Sigþór komin í afturlínu. Já. Hann er nú búinn að vera samt mjög virkur í afturlínunni. Ég held að hann fái bara svipa marga bolta í Já, aftur á framlínu. Og líka, og hann smassa líka bara mjög vel í afturlínu. Maður tekur ekkert endilega eftir hvort að hann sé í afturlínu eða framlínu, það er bara. En Káa fær stigið. Já, gott stig hana. Þá er það Óskar. Fínt. Fín móttaka. Já, Birkir er haldið. Munaði litt. Svolítið svona einhver uppgjöf hjá Káa sinni. Já. Það er eitthvað aðeins að... Galúnir. Já. Þetta er svona svolítið tíminn sem þið þurftu að fara að spýta í, sko. Já. Svolítið núna, sko. Herðu. Já, herðu. Hann er þessu. Já. Já. Geggjuð. Björgun hana. Sókrates. Það vantar aðeins þyrfti að vera aðeins meira yfir í blokkinu. Já, það var ekki alveg nógu massív blokk þegar þú þurfti að fara með hendurna betur yfir. Já. Afturlíking fær þá stigið. Staðan var 16-12. Afturlíking fær að síga svolítið fram úr núna. Já, á erfiðum tíma. Já. Fínt. Og þeir halda þessu uppi. Einmitt það sem vorum að tala um. Svolítið seinna hana. Sigþór nýtir sér það bara.
Já, hann gerir það. Fær sitt 18. stig í leiknum. Já. Dorian komin í uppgjöf. Gerir mistök. Hann gerir netið. Hann er búinn að vera með mjög góður uppgjafi núna. Já, mjög fínar. Það er já. svolítið fastar. Og enda K.M. nýtir sér þetta bara. Já. Colin komin í uppgjöfuna. Já, og hann er búinn að vera svolítið stabíl í uppgjöfunni. Bara setja hann svolítið góðan yfir bara. Fínan yfir. Vonandi séu ekki dingsa neitt nú. Já, fín móttaka gestunum. Náðu þess að halda. Vantar smá upp á talandan í liðinu. Mason með sitt 5. stig í leiknum. Fer þá uppgjöf. 18-13. Örugg uppgjöf. Yes, hann nýtir sér það. Sigþór hefur enga svörun, hann bara setur brjóstkassan upp. Leifsblæður frammi núna hjá Káa. Já. Og eins hjá afturhaldingu. Já, því líka. Yes! Þetta var mikilvægt. Fögnum þessu stigi. Já, það fagnum við alltaf á sig. Já, skemmtileg stig. Það er rosa gott. Það hefði nú alveg að taka annan á, sko. Já, og Reynald jó mikið, hann fekk ómikið búst hann fyrir ásinn. Langaði meira. Þá er það Hilmir í uppgjöfinni. Já. Fyrir gestina. Stöðunni 19-15 fyrir afturhaldingu. Já. Þessi sem var inni. Já, ég held að þessi hafi bara farið í beinti lína. Mér sýndist það allavega. Já. Það Káa fær alltaf stíð, saman hvað við sjáum. Já, þeir mótmælt allan ekki. Nei. Já, först og góð uppgjöf. Fínt. Það var svolítið klaufulegt að klúra þessu. Já, við höfum alveg getað tekið þannan, pikkað hann upp. En hvað með það? Það var afturhaldingu uppgjöfinni. 20-16. Káa þarf aðeins að fara að svara það núna til þess að eiga sér einhvern sjans. Annars er þetta bara seinastar hinn. Já, við ætlum okkur rétt að vona ekki. Nei. Já, góð móttækja að Birkja þarna. Óskar kemur þá. Þessi var úti, jás. Þetta þekkja hann. Kemur hana, já. Ákveðin. Já, skipting hjá Káa. Sölvi kemur inn á fyrir Hermann. Gert þessa skiptingu í öllum hreinunum. Já. Og hann var aðeins lengur en hefur verið. Já. Sölvi flottur í uppgjónum. Já, gerir vel fín uppgjöf þarna, en góð móttaka. Það var þarna eiginlega engin blokk. Hann átti engan sens í vörninni með enga blokkan fyrir fram að sig. Það er svolítið erfitt. Svolítið erfitt að staðsetja sig þegar blokkin er ekki stillt. Þá verður bara vonað besta. Já. Já, fín móttaka. Óskar kemur, Óskar. Já, gerir vel þarna. Vel gert. Káa komið 18 stig. Óskar með sitt 11. stig í leiknum. Já, Hilmi bjargar sér vel nema. Nei. En Sigþór smassar hann út. Já. Káa heldur áfram í uppgjöfinni. Núna er bara að tvekja stiga munur. Aðeins að... Það er alltaf að gerast. Fínt. Já, geggjublokk. Vel gert.
Það sem var nær að hoppa. Já. Ég bara er ekki að skilja þetta. Nei. Það er eiginlega orðið ósangjönd. Já, maður verður að spyrja hann hvað hann er að gera. Spyrja hann hvað hann er að borða? Já, Afturelding tekur þá leik liðstöðum 21-20. Þá búin að skora 3 stig í röð. Já. En já, það sést þegar Afturelding fann að spila aðeins hærri boltum þá kemur K.A. nær að loka. Já, einmitt. Það er bara Þeir voru í basli áðan þegar þetta var svona hratt. Já. Þá heldur það áfram í uppgjöfinni. Fínt. Örugg uppgjöf við. Já, þeir halda þessu uppi. Já. Verður að fá stigið. Fór aðeins á milli þarna. Já. Það var vel séð þarna. Það var hans 16. stig í leiknum, þetta Orion. Já. Hann er búinn að vera góður í sókninni. Kemur greinlega vel inn í liðið. Já. Þeir mistu náttúrulega þarna Nico. Já, einmitt. Hann fór að spila á Ítalíu. Já. Fengur þá þennan í staðinn. Einmitt. Já, fast smass hjá Sigþóri beint í gólf. Vel gert. Staðan 23-20. Sigþór með sitt 19. stig í leiknum. Þú þurfa K.A.-menn að fara að svara. Já. Það er núna eða aldrei. Já, það er svolítið svoleiðis. Sigþór í uppgjöfinu. Hann með sterkar uppgjöfur hann. Já, fín móttaka þarna. Setur hann Óskar. Yes. Já, vel gert þarna. Gott. Hann fór Óskar í uppgjöfuna. Staðan 21-23. Fín uppgjöf, góð móttaka þarna. Já. Koma að spila á þessu núna. Já, þarna, vel gert. Ég klappa hann á bara mikilvægt, já. Laumar hann aðeins svo stutt. Já. Orion og K.A. nýtir sér það. Og voru alveg tilbúin. Já, einmitt. Lása þetta vel. Ná heldum við áfram í uppgjöfinni. Setja aftur á Dorian. Þetta var samt góð blokk hjá þeim. Vel Já, hann smessaði bara framhjá og vel gert hjá honum, sjá. Þá gerir Afturelding skiptingu. Út af fer Austblæðin nr. 4, Hilmir, og inn á kemur leikmaður nr. 5, Kristinn. Já, sama skipting og við gerðum áðan í lókreinu. Já, þetta er fyrstu. Einmitt. Fín uppgjöf. Ná setja boltan hátt upp. Það ser út. Já, K.A. Það er bara það leiknum. Já, 3-0. 25-22. Ég held að síðastirinn voru líka 22 og 21. Já, óskuðu bara Aftureldingu til hamingju með leikinn og óskuðum góður að fara heim. Já. Og við þökkum bara fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur. Takk í kvöld.